Algjört landsbyggðarbæ. Þvílíkur höfuðborgarhroki. Bölvaður landsbyggðarlýður. Einhverjir latti, lepjandi lopatreflar. Þvílíkur krummaskali. Hvað, þetta verið borg óttans? Svo þetta landsbyggðar íhald. Þetta eru bara afætur. Þetta bara einhvern kjördæma pott. Þetta bara borgríki. Skilningslausa pakk. Skilningslaust pakk. Hvað þetta? Af hverju fer umræðan alltaf í þetta far? Hvað? Fer hún í þetta far? Fer hún alltaf í þetta far? Já. Er þetta kannski frekar svona upprópanir fjölmiðla sem alltaf að leita eftir fyrirsögnum? Haldið að fólk tali svona hvert annað, tölum við svona hvert Ég veit það ekki. Ég held að sumir gera það. Alls ekkert allir. Nei. En það auðvitað alltaf dregið fram það sem er áhugavert. Já, krassandi. Já. Þetta náttúrulega flottar fyrirsagnir, hamfarasvæði. Já, ákvæmlega. Það alls konar svona hlutir sem bara í nösunum á fólki og ég veit ekki alveg hvort þetta. Jú, ég þekki alveg fólk það sem það virkilega trúir svona hlutum og lítur á eins og landsbyggðarnar sé bara eins og vera einhver sé að flytja þangað, það sé bara nánast eins og sé búið að dæma hann til Síberíu vistar Já, þetta nefnilega mjög athyglisvert. Ég held nefnilega að þetta sé rétt því miður. Að það sé mjög algengt og ég hef bara orðið fyrir því sjálf eftir að hafa verið búandi í Reykjavík í nokkur ár í tvígang að þegar ég upplýsti síðan í lok þessara tímabila minna ég var að fara aftur til Dalvíkur að þá horfði fólk bara á mig eins og ég væri ekki alveg í lagi. Já. Ég var eiginlega rökstyða, og hvað? Er ekki lagi með þig? Já, ég fundi fyrir þessu líka, en þetta er náttúrulega bara skilningsleysi. Og þetta skilningsleysi sjáum við alveg í báðar áttir. Bæði fólk sem að flytja frá höfuðborginni og út á land. Ég var á tali við mann daginn sem flutti úr Reykjavík, fæddur uppalinn í Reykjavík og flutti í lítinn bæ á Vestfjörðum og höfuðborgarbúarnir, Reykvíkingarnir vinir þeir voru alveg svona já, þetta er bara mjög áhugavert sem það gera en þeir sem voru mest á móti voru brottfluttu Vestfirðingarnir sem sögðu að maður var alltaf bara að fara í kolvilsa átt. Já, af því hann stundi ekki við þeirra ákvarðanir á sínum tíma. Já. Þetta er líka þetta að höfuðborgin er normið og allt annað undantekningin. Þannig að þú lendir í því, flytur norður og svo hittur við viniðina að sunnan og þá segir mann, já, ertu ennþá fyrir norðan? Akkurat. Og það er alltaf viðmiðið, eins og mér stundum fundist með Akureyri, sem er með svo margt frábært og það er svo ótrúlega margt gott að gerast hér á Akureyri, að það háir Akureyri stundum nákvæmlega þetta að hafa Reykjavík alltaf sem normið, alltaf sem viðmið. Samanber mín Akureyri, vegum Lindu, vegum P og allt þetta Við þurfum ekkert að sækja suður. Það er skelfilegu texti en dálítið afhjúpandi einmitt akkurat fyrir þetta. Er þetta ekki bara okkur sjálfum að kenna? Jú. Akkur förum við ekki bara til Reykjavíkur og spyrum, já, þú ert alltaf hérna í Reykjavík með svona umvöndunar tón Ætlar þú bara eiga heima hér alla tíð? Já, en erum við sjálfa búið þetta pínlítið til? En svo breytist þetta líka, ég man þegar ég flutti hérna á norður, það var mjög mikið til að vera að tala um Reykjavíkurflugvöll. Núna eiginlega minnist ekki nokkuð maður Reykjavíkurflugvöll, það verið að tala um millilandaflugið og hvernig komast við til London eða hvernig komast við út í heim. Þannig að það svona, þetta að breytast, þessi dýnamík. Hún breytist. Sem betur fer, þá breytist hún. Fólk samt svo merkilega alltaf fast í sama farinu og sér bara ekki lengra heldur en það sem sínu nefi nær að ef þú hefur ekki upplifað eitthvað eigin skinni þá bara skilur það ekki. Ef þú hefur alla tíð verið búsettur í Reykjavík þá bara hreinlega skilur ekki hvernig það að vera búsettur landi og öfugt. Það er vandi hvað fjölmiðlun er rosalega mikil frá Reykjavík. Já. Það er vandi og landsbyggðin, ég skoðaði þetta einu sinni, landsbyggðin er í svipari stöðu og konur, hvað það varðar, hvernig hún er hanteruð í landsmiðlunum. Já. Það er að segja, 8. frétt, aftarlega í blaðinu, skiljiði. Það er svona, já, þetta er bara því miður allt of líkt. Já. Sjónarhornið er þaðan. Sjónarhornið er þaðan. Viðmælendarnir eru þaðan. Akkurat. Og ef það er ástæða til að fara út á land þá er það því að eitthvað fyrirtæki sem var gjaldþrota eða það brann einhvers staðar hlaða, þá allt í einu mæta menn til þess að taka viðtöl. En annars er fjölmiðlunin og sjónarhornið rosalega mikið frá Reykjavík og það er skaði fyrir allt landið. Ég meina að því að það gerir akkurat það verkum sem þú varst að tala um Eva, að það er svona vantar raunverulegan skilning. Já. Já, en svo er líka bara hver í sjálfum sér næstur. Þannig auðvitað er það þannig ef þú situr fastur í umferðinni í Reykjavík í hálftíma hverju morgni,
þá finnst þér alveg óþolandi að sé verið að eyða peningum í jarðgöng einhvers staðar á landi. Ef þú kemst ekki úr þorpinu í búð af því að það er sko allt fast, þá finnst þér alveg óþolandi að það sé verið að eyða peningum í sko mislæg gatnamót eða borgarlínu eða eitthvað svona. Já, það líða dagar að þú komst ekki heim. Það finnst þér fáránlegt að eyða peningum eitthvað sem sparar vegfarendum 2 mínútur. Já. En það má líka segja sko, stundum heyrum að fólk sko segja það á ekki að vera að ala á klofningi, það á ekki að vera að búa til gjá milli höfuðborgar og landsbyggðar og verður bara öll að vera vinir. Og maður þarf að vera líka að passa á því að það eru alvöru hagsmunir sem stangast á. Og það er meira spurning hvernig þú talar þá, heldur en bara að segja bara við stöndum allt saman og við erum bara vinir og þá gengur þetta allt vel. Við þurfum að ræða það sem að hagsmunir eru ólíkir og stundum andstæðir. Já, og sko viðurkenna þarna eru einmitt hagsmunir, þarna eru alveg hagsmunir og ólíkir hagsmunir, en að niðurstaða umræðunar sé ekki alltaf svo að sá sem er háværistur og frekastur eða fjölmennastur staður en þeir vinni alltaf, bara sjálfkrafa sko. Það er Og svo líka hitt sem við megum ekki gleyma og það er það sko, þetta er alltaf mikil einföldun, höfuðborg landsbyggð, vegna þetta eru landsbyggðir og þetta eru mörg mjög ólík svæði. Sem að er bara mjög óeðlilegt að tala svona undir einn og sömu reglífinni. Og einum sama hatturum. Því þær eru það ekki. Svo núna er Akureyri út á landi, en Akureyri og eitthvað lítið sjávarpláss einhvers staðar á Austfjörðum, þetta er ekkert svo sem ekki endilega sambærilegt, þessir 2 staðir, sko. Mér finnst einmitt sko að við þurfum að tala með svolítið öðruvísi. Mér finnst þetta að ég ekkert að snúast einmitt sko höfuðborg og landsbyggð sko. Ég sé bara höfuðborgina og svona dálítið vítt svæði þar í kring, það sem er bara mikill vöxtur og svona flestu leyti góðum mál. Náttúrulega ekkert vandamálalaust svæði til í heiminum, en svo erum við með það sem ég vil bara kalla Akureyrarsvæði, sem er svona út á Siglufjörð og til Húsavíkur og það er að vera betur fungerandi með göngum í gegnum heiðina og slíkt. Og svo eru svona kjarnansvæði önnur eins og Austurland. Skagafjörður. Skagafjörður er svona, 4000 manna svæði. Svo erum við með Vestfirði og svona Ísafjarðarsvæði þar í kring. Og svo er þetta svona minni svæði náttúrulega eins og Höfn í Hornafirði og alls konar svona. Þetta er... Hún á Sýslurnar. Já. En sko, ég líka að spyrja mig sko að því hvort að Akureyri sé á landsbyggðinni. En það kannski tengist því sko að við... Ef þú tvískiptir sko, þá þarf þetta að ákveða hvort það er ekki. En ef þú segir þetta sé alls konar, þá getur þetta sagt sem svo sko, Norðurlandið, þetta gæti ekki verið flottur að þau teiknaði þetta upp. Stærsta kjarnan í miðjunni, svo svona 100-120 kilometrar, þá ertu með tiltölulega öflugt sko Sauðárkróki og Húsavík, svo ertu með sko stóra sveitir og minni byggðakjarna. En þannig að við getum hort á þetta og sagt þetta er bara fullkomið. Líflega byggð út með Eyjafjörðum. En auðvitað geta menn þá sagt líka, nú er Akureyri orðin meira en helmingurinn öllu Norðurlandi. Sjáum við þá endurtekningu á þessari umræðu, sjáum við þá Akureyringa, menn sjá það að Akureyri sé að soga allt til sín. Hvernig ætlum við að ræða það? Það er alvöru vandamál. Það er auðvitað auðvelt fyrir okkur sem búum á Akureyri að segja það er bara best að heilsugæslan sé hér, það er praktískt. Og svo sem býr á Sauðárkróki segja þá það er kannski ódýrt en það er ekki praktískt fyrir mig. Þannig hvernig ætlum við að ræða þetta? Þetta er reyndar pínu hættulegt líka sko, því þarna ertu komin í svona skilgreiningarumræðu sko. Þú bara skilgrein Norðurland einhvern veginn og svo, við erum búin að komast að því að Akureyri sem er helminguna sem mannfjölda sko. En ef að Norðurland væri skilgreint einhvern veginn öðruvísi þá væri þetta annað sko. Mér finnst alltaf hættulegt að fara í allt mikið skilgreiningum ef við erum ekki búin að skilgreina bara við Ísland sem samfélag hvað er grunnþjónusta, hvað á hver einstaklingur rétt á að hafa í sínu nánasta umhverfi og sjá til þess að það sé til staðar. Ef við erum ekki búin að skilgreina það, þá getum við ekki að fara að skilgreina einhvern veginn þessa mismunandi hluta af landinu og hvernig við ætlum að hafa það ef við vitum ekki svona hvað það er sem hver og einstaklingur á rétt á. Ég held að það sé eitthvað samtal sem þarf að eiga sér stað líka. Það yrði erfið skilgreining sko. Það er það, já. En til þess að svara þessa spurningu sko, er þetta kannski svona eitthvað sem er bara meinsemd hjá okkur Íslendingum að sko, ef einhver fer að vaxa sko og gengur vel, að þá kemur upp umræðan að hann sé að soga eitthvað frá einhverjum öðrum sko. Þetta er svona, en þetta er kannski hluta þessar umræðu líka sá að sko við höfum mjög oft sko verið að skipta einhverjum skorti. Það er að segja að við höfum ekki haft ofgnótt, það er ekki þannig. Heldur menn að berjast einhverja bita
sem hafa kannski ekkert verið of margir eða of stórir, að koma auðvitað þessi góðæristímabil en þess á milli þá erum menn að berjast einhverja bit og ég held að það skýri líka þessu umræðu. Já. En ekki þá líka þetta að því kerfið byggt upp þannig að ríkið á heim í Reykjavík og það stjórnkerfið og síðan eru sko þingmennirnir einhvers konar svona fulltrúar landsbyggðanna eða umboðsmenn landsbyggðanna og þetta hefur gengið svo lengi út á það að sko kalla eftir einhvers konar hjálp að segja sko við erum svo hér, við þurfum að fá stuðning og þá segir þú nei við erum aumar og við erum með þá þannig að þetta sem verður talað sem landsbyggðavæl sko að hluta til sko bara funksjón af því að kerfið byggt upp þannig að þú færð stuðning frá borginni að því marki sem þú getur sýnt fram að þú eigi bátt. Mörg fámenn sveitafélög þýðir það að hlutfallslega mikið opinberu þjónustunni veitt frá Reykjavík, þar að segja að þú átt undir eitthvað að sækja þar til þess að hún sé í lagi. Ég held kannski að þetta kerfi sem hefur byggt upp, þetta sveitafélagakerfi sem byggðist upp á Íslandi, það hafi kannski stuðlað að því að landsbyggðarnar hefur skort það afl eða möguleika á þeirri viðspyrnu sem þær hefðu þurft að hafa til þess að geta bara tekið sjálfar sínar ákvarðanir miklu fleiri mál. Já. Ég einmitt líka búin að hugsa út í þetta og einmitt líka þetta sveitafélagakerfi sem við erum með og svo erum við með landshlutasamtök sem hafa í rauninni voðalega óskýran tilgang. Landshlutasamtökun gæti orðið miklu öflugri málsvarar fyrir sín sveitafélög en þarna komum við líka alltaf inn á sko sjálfsákvörðunarrétt þessara minni svæða sem þau vilja ekki missa frá sér þannig sjálfsákvörðunarrétt sem þau hafa sem mjög skiljanlegt, sérstaklega þegar þau upplifa það að þau þurfi sífellt að vera að verja sig gegn einhverjum ágangi og sífellt þurfa sko að betla peninga frá Reykjavík. En þetta held ég líka bara dálítið niðurstaða sko sem hefur orðið gegnum árin af því að umræðan alltaf svona. Hver ákvað að svona ætti þetta að vera? Hvenær var þetta ákveðið? Og hvenær samþykktu þetta allir? Ég sé þetta svolítið hinum megin frá sko. Mér finnst, já ok, það eru nokkrir veikir aðilar og þeir eru að berjast sko að fá bitann, hvað sem það sjúkrahúsi eða eitthvað sko. Og við hefum meira á því að halda heldur en þú, eitthvað slíkt. Sko, mér finnst það sem okkur vantar víða land sko bara meiri styrkur hjá einum til þess að allir geti notið þess. Og ég er svona byggðakjarnasinnaður sko. Ég sé bara til þess fyrir mér Austurland, það bara sumulítið þeirra ógjaga að það var engin einskorðaður sko forustu suður. Eins og hérna á Eyjafirði, það hefur aldrei verið deilt það að Akureyri stærsti staðurinn. Það har aldrei verið deilt á Vestfjörðum og Ísafjörður stærsti staðurinn. En það deilt þetta á Austurlandi. Og ef að það væri sko nokkur þúsund manna staður á Austurlandi, þá myndu allir græða. Og þeir, sko, mér finnst að þeir ættu berjast fyrir því að einn staður verði stór og sterkur, eða mér skoðst einn eða tveir, því að þá fá þeir þannig fjölda sem þarf til að standa undir góðri þjónustu. Ég myndi vilja sjá svona 10 til 20.000 manna bæ á Austurlandi. Sko, í fullkomin heimi þá þetta frábært, sko. En þegar svona á sér stað, þá sér maður samt alltaf valdið færast á þessa staði og þessa minnistaði missa öll völd. Hvernig, það væri alltaf frábært ef þetta væri við lýði og að allir hefðu þá sína fulltrúa í stjórn þessara stærri byggðakjarna eða stærri sveitarfélaga, hvernig við sem ætlum að setja þetta upp og svo líka að sko upplýsingaflæði sé bara mjög virt í báðar áttir. Eru það ekki bara að tala stærri sveitarfélög í rauninni? Menn finnst þetta séu lýðræðisleg fyrirbæri? Jú, og náttúrulega líka bara fjölbreytni, því við getum sagt sem svo, sko, þessi tvískipting, tveggja andstæðra byggðarlaga, það sko höfuðborgarsvæðið og það þróttmikið og það vaxandi og það framtíðin og svo einhver staður sem heitir landsbyggðin, sem veikburða og hnignandi fortíð. Að þetta sko, það auðvitað þannig að sumpart meiri munur milli einstakra landsbyggða heldur sko landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að við veitum kannski að líta aðeins á sko byggðaþróunina bara á síðustu aldamótum til þess að sjá svona hversu fjölbreytt þetta Þó oft sé talað fólksfækkun á landsbyggðinni fjölgaði fólki í flestum landshlutum á síðustu öld. Frá síðustu aldamótum hefur íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgað 26% en íbúum annarra landshluta hefur að meðaltali fjölgað 13%. Meðaltöl geta samt verið villandi.
Í sumum landsbyggðum hefur fjölgunin verið mun meiri en á höfuðborgarsvæðinu en í öðrum landsbyggðum hefur fólki fækkað mikið. Á svonefndu Hvítársvæði sem nær frá Hvítá í Borgarfirði Suðurnes að Hvítá í Árnessýslu hefur fólki fjölgað nærri tvöfalt hraðar en á höfuðborgarsvæðinu. Þar hefur fólki fjölgað 42% frá síðustu aldamótum. Á Akureyri hefur fólki fjölgað 20% sem ívið minna en á höfuðborgarsvæðinu. 2007 fjölgaði íbúum annarra landshluta að meðaltali vegna framkvæmdanna á Austurlandi en fækkaði eftir hrun. Síðastliðin ár hefur íbúafjöldi annarra landshluta að meðaltali verið í jafnvægi þótt fólki hafi sums staðar fækkað en annars staðar fjölgað. Þannig við getum þessi sagt sem svo að ef við horfum á landsbyggðina sem eitt svæði, þá hún bara svo sem í hægum vexti og hefur verið þessa öld. En í vexti samt. Já, en í vexti samt. Já. Og einhver myndi segja sjálfbært, sko. Það sé bara vaxið hægt og rólega sem heild. En þá það kannski svolítið eins og að standa með annan fótinn í heitu og hinn í köldu, það sé volt, sko. Þetta mjög misjafnt og það hefur verið mikill vöxtur á þeim landsbyggðum sem eru næst höfuðborgarsvæðinu. Akureyri hefur kannski svona nokkurn veginn svona aðeins minni vöxtur á höfuðborgarsvæðinu, svipað. En hangið í því? Hangið í svona. Og svo annars staðar að þá kannski svona aðeins í heildina svona heldur dregur úr en nokkuð stabílt. En svo er þetta að brjóta það upp. Og við getum fundið lítil svæði þar sem vöxturinn hefur meiri heldur en í nágrenni Reykjavíkur. Við getum fundið svæði sem eru í alvöru hættu að þurrkast út. Þetta er einmitt hættan við þegar maður tekur meðaltal, sko. Akkurat. Á stóru svæði sem er ekkert sama svæði, sko, mörg svæði. En auðvitað er hægt að túlka þessar tölur samt á vissan hátt. Þessar tölur styðja það sem þú veist að segja áðan, að með sterka byggðakjarna eins og við sjáum með Hvítársvæðið sem er að vaxa svo rosalega, það kannski hefur það besta frá báðum heimum, ef maður getur sagt, að það hefur það svo nálega við Reykjavík og þjónustuna, en líka þetta landsbyggðarlíf sem er svo sem ekkert frábrugðið öðru lífi en fjölmiðlar vilja stundum að meina það. Sem betur fer að þá búum við í landi þar sem að er mjög fjölbreytt mannlífsflóra, mjög fjölbreyttar byggðir, fjölbreytt atvinnutækifæri og fjölbreyttir möguleikar. Þannig að ef að menn svona gætu nú virkilega dregið það upp og sæju, að þá held ég að sko mjög mörgum sem að hafa haft tilhneigingu til þess að trúa því að þetta væri svona ein landsbyggð. Við getum séð það, vá, býtuð þarna eitthvað spennandi að gerast. Þarna er þetta ótrúlega flott þarna og allt það, sko. En þannig er þetta þessi hætta, sko, að landsbyggðin sé alltaf afgangskategóría. Þannig að menn segja, sko, ok, að Suðvesturhornið telst ekki með, það er svona nálægt Reykjavík. Akureyri telst ekki með, hún er nú bara smá. Það gengur of vel. Já, sko, Þingeyjarsýslinn telst ekki með, þau eru framkvæmdir. Og þannig að það verði samkvæmt skilgreiningu alltaf hnignun sko á landsbyggðinni vegna svo skilgreina hana sem þetta var sem ég átti á hvort það var ekki bara okkur sjálfum að kenna og það að passa þessa umræðu alveg rosalega vel einmitt til þess að akkurat til þess að við komumst til skila að við búum í þessu fjölbreytilega umhverfi í þessu landi og það er það sem gerir það líka spennandi og ætti að vera aðstoð varðandi alla þróun bara eins og í atvinnugreinum þar sem þarf að vera ákveðin fjölbreytileiki til þess að það verði þróun. Já, og þetta er það sem ég held að við ættum algjörlega að reyna að halda í og að stjórnvöld ætti í rauninni að gera í því að reyna að halda í þennan fjölbreytileika landsins að það sé ekki allir sem eru einhvers staðar á nokkrum stöðum á landinu, það sé dreifð byggð landið og fólk hafi þetta val hvað það geti starfað því að núna erum við komið með þetta val, núna erum við komið með internetið sem er svo frábær uppfinning og gera okkur kleift að búa þar sem við viljum. Það vil ekki allir við erum svo ólík, fólk er bara mismunandi. Ég verð að taka boltan hana. Sko, af hverju vilju þennan fjölbreytileika sem Svæðisfjörður verið að tala um? Það er náttúrulega fyrsta lagi, má kannski segja að það væri gaman að vita hvað Íslendingar vilja yfirleitt. Sko. Mundu þeir vilja Ísland sem borgríki, eða kannski það er bara byggð hérna á Suðvesturhorninu og Eyjafirði. Allt annað er bara lagt í því. Myndu Íslendingum finnast það sko skemmtilegra land heldur en minna. Þeim þetta ekki gaman að fara hringinn í svoleiðis landi. En svo hefur verið sagt sko Enga sundlaugar og Já, en svo hefur verið sagt líka sko að við þurfum að passa sko upp á þessi svæði að við fari ekki byggð sko úr byggð því að það geta sko poppað upp svona einhver tækifæri það sem við þurfum á sem byggðum að halda. Og núna akkurat þetta er alveg stórkostlega sko merkilegt fyrirbæri í gangi. Og það er það að fyrir svona 10 árum þá voru það eiginlega 2 landsvæði á Íslandi sem manni fannst verið mestri hættu.
bara að þurrkast út. Það verður sunnanverðir Vestfirðir og síðan norðausturhornið, sem sagt Kópasker, Raufarhöfn og Þórshöfn. Svo það búið að gera síðan þá að það búið að skilgreina sko svæði fyrir nýja atvinnugrein sem kallast fiskeldi og svona drukknar yfirleitt bara í deilum með umhverfismál en gæti það að sumu leyti sko orðið þessi fjórða stoð undir útflutning á Íslandi og bara 100.000 tonn af laxeldi sem svona næstu fyrir síðan að verður framleiðslan eftir nokkur ár. Það jafn mikil verðmæti því eins og öllum þorski sem við seljum. Og það búið að loka landinu allstaðar, það sem eru laxveiðar og allt það og hvað eftir? Það eftir Vestfirðir. Og núna allt í einu eru Vestfirðir komnir í þá stöðu að þeir eru með auðlindina. Bara auðlindin í fiskeldi eru firðirnir það sem má vera með fiskeldi. Og það með þess að brostið á svona hálfgerð kapplöp þessa fyrir sem eftir og þetta enda líka á Austurlandi sko. Og nú allt í einu landsvæðið sem var svona í hættu kannski bara fannst mér að myndi bara þurrkast út ef að þróunin hefði haldið áfram eins og hún var. Nú það bara orðin svona staðurinn þar sem auðlindin sko mun dafna því að hún getur verið þarna og þarna hægt að framleiða gríðarlega verðmæti bara fyrir alla Íslinga. En þetta líka komið svæði þar sem að sko menn hrópast á og það eru stóri yfirlýsingar og kannski minna samtal sko. Já. Og þetta svo mjög eins og við erum vön úr sjávarútvegi. Þetta bara mál, þetta svo margþætt umræða og því hún nefnir sjávarútveginn og talaðu Vestfirðir. Vestfirðir voru þarna fyrir hvað, 200 ár, þeir voru þarna. Núna sjáðu fram að þeir komast þarna mögulega aftur en þá þurfum við að passa og standa verðum það að það gerist ekki að nákvæmlega sama og gerist með sjávarútveginn. Við erum að passa hvernig til dæmis verður leyfisveitingum á fiskeldi háttað. Verður það framsýnanlegt? Verður það til bara nýjir kvótakóngar? Hvernig verður þetta? Munu virkilega íbúar þessar svæða njóta góðs af því að hafa auðlindina. Þetta eitthvað sem ég tel að sé mjög mikilvægt í umræðinni. Verður hlúð af samgöngum fyrir vestan vegna þess að við vitum alveg sko það sama hvað mönnum dettur margt sniðut í hugu eða uppgötva nýjar auðlindir og allt það ef það ekki samgöngur. Ég meina þá þetta unnið fyrir gíg. Þannig að samgöngur eru algjör lykill. Ég held að fólk sé einmitt að horfa á það að núna þegar búist við því að það komi mikill iðnaður að þá munum loksins vera hlúð að samgöngum. Þannig held ég við getum séð sko ef við horfum á suðvestursvæðið því stundum talað það að vöxturinn á suðvestursvæðinu sé vegna húsnæðisverðs í Reykjavík, eitthvað slíkt sko. Og það ekki nema rétt lítill hluti af sögunni því að sömu leyti það sem að við horfum á Suðurnesin sérstaklega að þeir eru bara sko búa því að þeir líka svo vel við samgöngum. Þeir eru með flugið öðrum megin, þeir eru með höfnina hinum megin. Að sko, auðvitað fólk sem að býr í Keflavík og vinnur í Reykjavík, samt ekki með 20% af þeim sem búa á Suðurnesjum, sem að vinna á höfuðborgarsvæðinu, það eru fleiri sem að keyra hvert annað á Suðurnesjum heldur en keyra til Reykjavíkur. Og sömuleyti getum við sagt sko þessi byggðarlög þau eru alltaf einfeldningslegt að hugsa þetta sem útkverfi. Að sömuleyti þetta byggðarlög sem að í nálægð við auðlind sem er Reykjavík. Það rosalega auðlind að hafa Reykjavík rétt hjá. Og þó eins og Eva segir sko það er að vinna miklu meira á netinu og svo framvegis. Við erum samt ekki þar að þú þurfir aldrei að mæta í vinnuna. Það mjög margir fyrir þannig að þeir geta mætt nokkur sem í viku eða annað slagið. Þannig að það að búa á Selfossi eða búa á Akranesi, njóta þess að vera í litlu samfélagi, nálægð við náttúruna, læra fasteignaverði og fleira. Góður leikskóli. En á sama tíma þá geturðu farið á vinnustaðinn, þú getur farið í sérhæfða verslun. Og held að það sé ástæðan fyrir því að suðvestursvæðið vex miklu hraðar heldur en Reykjavík og höfuðborgarsvæðið. Og það sko flutningsjöfnuðurinn, sko höfuðborgarsvæðið er að tapa fólki út á land. Það eru fleiri sem flytja frá höfuðborgarsvæðinu út á land heldur hinn áttina. Og það vegna þess að þetta svæði sem hefur svona svolítið að besta báðum, það vex svo hratt. Ég held að þetta sé alveg mikið til í þessu sko, því að eins og þegar ég tók það ákvörðun að flytja með mína fjölskyldu aftur út á land eftir að hafa verið í höfuðborginni í nokkur ár í námi sko, að þá fannst mér eins og ég væri að taka ákvörðun. Ég þyrfti dálítið að sætta mig við það ef ég fengi ekki vinnu við hæfi. Þarna var ég að fara svo langt frá höfuðborginni en ég ákvað samt að taka það ákvörðun af því að eins og við tölum tímann, samgöngunar innan Reykjavíkur, þú ert ekki klukkutíma til og frá vinnu að sækja börn í leikskóla, heldur tekur það ekki nema kannski 10 mínútur, korter og þú ert samt líka búin að koma við í búðinni og versla í mati fyrir vikuna. Þetta lífið er einhvern veginn allt öðruvísi og ef að getur haft það einfaldara. Þú getur haft það einfaldara og ég held að fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir þessu. Að lífið sko það þarf ekki að breytast það mikið nema bara einmitt
að þessir vandræða hlutir sem þú ert alltaf að vandræðast með, umferðin og hitta þetta, það hverfur, en þú þarft ekkert allt í henni að fara sko að ganga í lopapeysu og lykta illa. Það ekkert, það fylgir því ekkert. Fólk er svona með þessa mynd í hugunum, sko. En líka, þetta er líka bara misjant eftir á hvaða aldrei þú ert. Ég meina, þegar ég var 20 þá bjó ég á Grettisgötunni í Reykjavík og það var bara það sem ég vildi vera. Og svo sko öðrum aldrei þá hefur fólk sko með fjölskyldu og aðra hluti, forgangsröðin breytist, þannig að stundum er talað eins og allir vilja það sama. Og alltaf. Nógu margar litlar íbúðir miðbúr Reykjavíkur af því þar vilja allir búa. En það eru bara margir sem vilja búa þar, en það eru líka margir sem vilja það ekki. Og svo auðvitað alveg eins og mér fannst við vera að leiða það, sko, svo getur þetta bara verið þannig að lífið mann skiptist í ákveðin tímabil og þá hentar manni að búa tíma á þessum stað. En svo hentar manni betur vegna þess að aðstæður breytast að búa einhverjum öðrum stað. Og þannig þá auðvitað þarf þetta ekki að vera svolítið sveigjanlegt. Maður sé ekki dæmdur til búsetu, heldur getur maður bara átt val. Og ég held nú að flestum finnist þeir eiga val. En það væri það ekki líka agalegt sem fyrir sko ef það væri bara þannig að sko ef einhver sko fæðist á Akureyri, í leikskóla og í skóla og í háskóla, útskrifast, fyrir svo hérna vinnur, eignast börn, fyrir á elliheimili, deyr og jarðaður einhvers staðar, höfum við þá unnið, er það eitthvað? Prik fyrir það? Nei, ég held nefnilega að það er prik, auðvitað prikið auðvitað fyrir það að öðlast viðsýni, geta hort á lífið sitt og þar sem maður átti heima eða á heima úr örlítilli fjarlægð vegna þess að annars held ég eins og þú ert að lýsa, annars held ég að það gerist ekkert. Heimst heilaðalið barni, segir máltækið. Skal maður máltækið vera? Jú, ef maður ætlar að vera kvikindislegur, þá getur maður þetta sagt sem svo, já, Akureyri, það 15% Akureyringa sem hafa aldrei búið annars staðar. Sko, hvað ætli það hlutverk séu á höfuðborgarsvæðinu? Þessi mörg sem aldrei búið annars staðar. Ég held að það sé herra. Já, ég held að það sé mikið herra og jafnvel sko kynslóðir. Þetta atriði, ég held að gera sér mjög fáir grein fyrir þessu. Ég held að sko út af því það haldi margir að Akureyringar sé svona hópur sem ekkert að blandast mikið sko. Lokaður og tekur illa móti Lokaður og þarna þetta er bara fólk sem á heima þarna allt sitt líf sko. En hérna er þetta þvílíka rennir í að fólki til og frá og þeir sem eiga heima hérna í flestum tilfellum hafa búið sko kannski á mörgum stöðum og já, við hérna öll við borðið erum búið hér og þar. Hvort kemur undan sko? Maðurinn eða starfið. Já. Ef að fólk með mannauð, menntun og svona flytur ekki heim í hérna sína heimabyggð þar sem það er fætt og uppalið vegna þess að það er ekkert starf hvað gerist þá? Þá kemur ekkert starf Nei. En ef það er fullt af þannig fólki flutt á staðinn, er það ekki frekar að störfum komið sko? Þá gerist eitthvað. Líka það að fólk þurfi sko fólk getur skapað sín eigin störf. Ef við virkjum kannski þessa frumkvöðlahugsun í fólki, að fólk hefur val að fólk hafi frelsi og hafi þá raunverulegt frelsi til þess að búa það sem það vill, gera það sem það vill og bara skapa sína eigin framtíð, taka sín eigin örlög í sínar hendur, að það er hægt og þetta þarf að það þarf að vera möguleiki fyrir þetta fólk til þess að gera það. Já, þarft vissa grunngerð til þess sko, en svo er þetta bara svolítið háð fólki sko. Og stundum er talað eins og að sko það þurfa að byggja Reykjavík upp vegna hún sé svona brjóstvörn okkar gagnvart útlöndum. Þegar maður horfir á tölurnar, að þá sko flutningsjöfnuður Reykjavíkur eða höfuðborgarsvæðisins gagnvart útlöndum rétt svona miðjan hóp á landinu. Ég held að það er bara regin miskilningur. Það eru öll svæði á landinu, en maður hugsa þetta sko, öll svæði á landinu hafa jákvæðan flutningsjöfnuð gagnvart útlöndum. Þannig að það eru fleiri sem flytja frá útlöndum inn á svæðin heldur en flytja út. Og þetta skapar sko fjölbreytni og ekki bara, þú færið nýjar hugmyndir og þú kynnist nýju og þannig að sko, það á sama hátt eins og við þurfum ekki að vera hrædd við að fólk flytji burt úr þorpinu og koma eftir sko, þá þurfum við heldur ekki að vera hrædd við að sko, fólk flytji til útlanda, koma með nýja þekkingu heim eða komið fólk sem hefur engin tengsl. Það er mjög mikilvægt. Ég held að líka margir séu fastir í því að þetta eigi ekki að vera svona, en þetta getur eiginlega ekki verið öðruvísi heldur en svona. Í sem opna heimi, þar sem sko, við erum